Hérna gengið og stundum hef ég þetta spjald til að vísa veginn. Það svona þegar fyrsta skipti á námskeiðum hjá mér og þá vísa ég veginn að það á að koma hérna meðfram húsinu. Hérna á ég kött sem að strákur minn gerði í skóla. Ég ætla að sýna ykkur hérna mósaíkvegginn minn. Mér fannst þetta svo ljótur veggur því ég flutti hérna inn fyrir 20 árum síðan og ég setti mósaík. Svona munstur og þetta var tók alveg dágóðan tíma en var skemmtilegt. Jæja, svo farið hérna meðfram húsinu. Og hérna fyrir hornið. Og hér sem sagt ég. Það að segja vinnustofan mín. Og ég held ég þurfi að setja hérna svona merki með það, Gunnhann. Ég ætla að búa til eitthvað svona fallega merkingu þarna í gluggann. Hérna erum við komin inn. Og hérna búðin mín. Ég hef svona ýmislegt hérna til sölu sem ég hef verið að gera. Og hér, ég tók einu svona alveg kast. Ég gerði einu svona fullt af svona tuðurum. Ótrúlega gaman að gera. Þannig að þær eru til sölu hjá mér. Ég nota svona tuðrur rosalega mikið. Já, það sem sagt svona. Ég var eftir að setja þessa mynd upp á vegg og það var skilin eftir hérna svona borð uppþvottavél. Ég held ég bara reyni að losa mig við hana. Þarf ekkert á þessu að halda. Svo hérna þetta svona og hérna áfram búð, allar lúffurnar sem ég að gera. Engin lúffa eins og ég nota sem sagt gamlan útsaum og svo gamla leðurjakka í lófan. Svo komið hérna í það sem var svefnherbergi og núna orðið saumaherbergi. Já, nú eftir að finna ýmsu dóti sinn stað. En þetta allt að koma. Hérna efnisskápurinn og kommar sem með alls konar dótar í. Og svona smáhlutirnir sem ég þarf að nota þegar ég að sauma. Og svo hérna þessi fíni fataskápur. Hann alveg orðinn fullur af efni og vatti og ýmsu. Ég fékk þennan stól núna daginn og ætla að athuga hvort það sé ekki betra að sitja í honum þegar ég þarf að sitja svolítið vel við saumavélina eða þæfingavélina. Ég held að það sé betra, annars var ég alltaf í satt ég í þessum stól. Ég á 2 svona, þetta eru gamlir stólar sem við fengum gefins. Þeir voru orðnir svolítið lúnir og ég fór á bólsturnámskeið í tækniskólanum hérna fyrir nokkrum árum til þess að geta bólstrað þá upp á nýtt. Og þegar ég fór að skoða þá svolítið betur og þá sá ég að það annar stóllinn hafði verið setið svolítið meira í heldur en hinn og hérna þetta var orðið svona lúið, trosnað. Þannig að ég tók mig til og saumaði bara aftur í það sem var farið að sjást í jafan.
Og svo bólstra ég þetta og ég er bara askoti ánægð með þetta. Svo er farið hérna inn í stofu. Þetta er baðherbergi. Og hérna er svona smá yfirlit yfir. Kreisikvöldteppi sem ég gerði hérna örugglega fyrir að vera 20 ár síðan. Þetta er allt unnið úr bútum sem að ég hafði annaðhvort geymt eða úr fötum sem ég hafði notað. Þannig að þetta er svona í leiðinni svona minningarteppi. Og kreisikvöld er þannig að maður notar útsaum mikið til þess að svona skreyta meira. Ég hafði vonir það að þessi plastkassar gætu komist inn í kompu sem er hérna fyrir innan, en því miður þá komast þeir ekki þar. Þannig að nú er bara að vinna úr þeim og losa þá. Svo er hérna svona söluslá. Þetta eru peysur sem að ég prjónaði, svona barnapeysur úr léttlópa sem að ég litaði sjálf. Þannig að það var voða gaman að gera þessar. Svo er hérna sjöl og löperar. Allar handanubækurnar mínar. Ég grísaði nú svolítið áður en ég flutti. Seldi nokkrar og afganginn gaf ég bókasafni Kópavogs. Það eru svona alls konar litli hlutir sem ég oft er að finna stað fyrir. Kempivélin hérna upp á. Svo ég eftir að setja líka meira svona á veggina og svoleiðis. Og þessi litla hilla hérna, hún er öll fyrir útsaumsgarn. Þannig að þegar ég held námskeið hérna í frjálsum útsaum og útsaum, þá nota ég það sem er í þessari hillu. Og eins þetta hérna. Ég hafði fléttað hérna perlugarn og hörgarn og bómullargarn. Þetta gerði ég í fyrra minni mig, svona sýnishorn af frjálsum. Vinkona mín gaf mér þetta sem hún gerði. Og hérna gerði ég í sumar. Þetta er svona, hvað segir maður? Þetta er svona, ég hugsa þetta sem svona pröfu fyrir útsaumsspor. Þannig að hver flötur er bara með eitt spor.